Viðar heiti ég og á Rannis Helgason og ég ætla bara að tæpa rétt aðeins á hvernig okkur hefur gengið og eins hvað í boði í sambandi við samstarfsleit og vinnslu við umsóknir. Eins og þið sjáið þá erum við hérna með 7. rammaáætlunina sem núna er senn að ljúka. Þetta er rammaáætlun samþættingu og samnýtingu rannsókna. Og öll fræðasvið undir, svo að segja. Og við erum hérna með 19 áætlanir sem allar eru sjálfstæðar af vissu marki, hvað var það fjármagn, vinnuáætluninu, umsóknarfresti, þeim er öllum stjórnað hverju fyrir sig, það er engin svona samhæfð yfirstjórn á þessu og flestir tengiliðnir með nokkrum fáeinum undantekningum eru á Rannis. Þetta lítur í heildina svona út. Þetta er yfirlitið. Það er að segja 10 samstarfsáætlanir, 1 á vegum Evrópska rannsóknaráðsins, síðan er mannaskiptaáætlunin sem gengur undir nafni Marie Curie og svo undirstöður sem eru nokkrar minni áætlanir undir einum hatti. Umsóknarfrestirnir eru þeirra það ekki allt komið á hreint en flest allar vinnuáætlanirnar og auglýsingarnar eru svona á leiðinni. Þetta er júlí sem er lang mikilvægasti mánuðurinn hvað varðar köllin og flest frestirnir eru frá sem sagt að hausti til fram í janúar oft á tíðum. Stundum febrúar. Janúar er nú yfirleitt eða frá svona október til desember, það er 1 og 1 sem er eftir jól. Hvað varðar samstarfsleitina, þá höfum við ýmis tæki. Það eru til tengslanett í áætlunum sem eru bæði stundum formleg, stundum óformleg. Það eru birtar eins og Participant Portal eru svæði þar sem hægt er að leita eftir samstarfsaðilum. Kostverkefnin eru annar möguleikinn. Þau var reyndar komið mjög vel út hér og svona eftir að hafa talað við þá sem hafa tekið þátt í þessu, þá hafa þau reynst mjög vel. Það er auðvelt að komast inn í þau. Þetta er ekki rannsóknaráætlun, heldur bara samskipti vísindamanna að ræða. Svo náttúrulega ERA-nettin sem eru þá samstarf þjóða rannsóknir, samnýtingu rannsókna og fleira í þeim dúr, sameiginleg köll og þar fram eftir göttunum. Og svo eru náttúrulega landstenglarnir. Hver einasta áætlun hefur landstengil, flestir eins og ég sagði á Rannis og það er mjög auðvelt að fara þá leið, tala við þá og finna út hvað er að gerast. Ég ætla aðeins að bara renna í gegnum þetta. Þetta eru sem sagt hvernig matið fer fram. Það eru venjulega 3 atriði sem eru metin. Það er svona sameiginlegt atriði fyrir flestar áætlanir og þið sjáið að það þarf að fara 3 af 5 í hverjum af þeim 3 atriðum sem metin eru til að vera gjaldgengur. Það hefur nú sýnt sig held ég að það eru fá verkefni sem eru undir 13 sem eru styrkt. Þannig að maður þarf að vera með mjög góða áætlun. Þetta er prósessinn í stórum dráttum. Það er sem sagt þá tilnefndir matsmenn og ég vil endilega hvetja alla þá sem hafa áhuga að taka þátt í þessu samstarfi að skrá sig sem matsmenn. Það er mjög lærdómsríkt ferli og það er skipt matsmenn, 25% er skipt út á hverju ári og þetta er mjög góð leið til að læra eiginlega nánast allt umsóknir og við höfum Íslendingar ekki staðið okkur nógu vel í þessum efnum. Við mættum gjarnan hafa fleiri matsmenn inni og þetta er það sem við gerum.
landstengiliður, umsóknarfresti og áherslur í köllunum. Við aðstofum við að leita að samstarfsaðilum og einnig við vinnslu á umsókninni sjálfri. Og það eru námskeið, bakhópar og fleiri atriði sem eru notuð þá til þess að koma upplýsingum til þeirra sem áhuga kynna hafa. Við erum einnig með sóknarstyrkina, það er núna í júní umsóknarfrestur. Það eru styrkir til þess að aðstofa fólk við að skrifa umsóknir. Bæði ferðastyrkir og styrkir við umsóknina sjálfa. Ef við lítum á, þetta eru bara nokkra tölur þetta, hvernig okkur hefur gengið. Við höfum 133 samninga í árslok 2011. 39 milljónir evra eru komnar inn. Sú tala á eftir að hækka og þegar við vitum að hún hækkar, en vonandi með þessum síðustu köllum í þessari áætlun fáum við inn meiri pening. Ef við tökum EFC, þá höfum við 1 styrk þar, stóran. 3 umsóknir hafa farið í gegnum fyrsta ferli, þetta er 2 þrepa ferli í starting grant. Og hérna eru upplýsingarnar. Það er bara að setjast niður og kynna sér málið. Það eru miklu peningar í þessu og það hefur sýnt sig að ef menn leggja sig fram þá er hægt að skrifa góðar umsóknir á Íslandi. Takk fyrir.